Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig. Já, bara skeiðkappreiðarnar á heimsmeistaramótinu og allar skeiðgreinarnar í rauninni. Það var rauninni að flottasta sem ég sá á árinu. Þegar Kristín Lárusdóttir komst í landsliðið. Þegar Kristín Lárusdóttir vann 12 á HM. Ég held að heimsmeistaramótið standi upp úr, mínum mati. Það var fagmennska þar í gangi og liðið stóð sér mjög vel. Ég held ég kjósi það. Íslandsmótið í spretti. Bara Íslandsmótið í heild sinni. Bara flott, virkilega gott mót. Það sem að mér finnst standa upp úr árið 2015 er tilkoma gluggar- og glerdeildarinnar. Þar sem að mér finnst þessi deild vera ný vídd inn í hestamennskuna sem að dregur að nýtt fólk inn í íþróttakeppnina sem að veldur því að fólk fer að pröfa sér ný hross og skoða og prófa sem að hefur kannski vantað svolítið síðustu árin. Þannig að ég held að það standi upp úr og líka HM í herning. Það sem að félagið minn vann heimsmeistaratitil í samanlögðu 5-gangsgreinum og Kristín heimsmeistari tölti. Það er það sem að mér finnst standa upp úr árið 2015. Þegar Kristín Lárusdóttir var heimsmeistari tölti. Í hestamennskunni það er sigur Kristínar á heimsleikunum í töltinu, engin spurning. Það er þegar Kristín Lárusdóttir vann töltið á heimsmeistaramótinu núna í sumar. Það var flott moment, gott fyrir hestamennskuna. Það sem stendur upp úr að mínu mati er árangur hennar Kristínar Lárusdóttur. Hún er algjör stjarna þessa árs í hestamennskunni. Það er sigur Kristínar í tölti á heimsmeistaramótinu og fyrst glóðaþykir á heimsmeistaramótinu. Íþróttakeppnin í haust hjá Létti. Nei.